Og í versi 8 segir: En nú skulu þér einnig láta af öllu þessu, nú skulum við tala vissar faldar syndir, ekki þær faldar syndir sem ekki sjást, hér voru taldar upp sumar, sem sjást, en einnig þessar faldar syndir sem ekki sjást, sem eru, hvað? En nú skulu þér einnig láta af öllu þessu reiði, bræði, ilsku, guðlast og rætna málvar úr munni yðar, svo, það segir, þetta er reiðin. Látið af reiðinni, látið af við skaplyndi sem er svo sterkt að það móðgar og særir aðra og lætur okkur sjálf þjást. Þegar manneskja þjáist af reiði, þjáist hún sjálf og veldur þjáningu þeirra sem eru í kringum hana, ekki satt. Reiðin, segir það, bræðin, sem er einnig svipu reiði, manneskja sem er full af reiði getur jafnvel tekið líf annarar, bræði líka, reið manneskja getur gert mikið illt, mikinn skaða. Kannski eyðileggur hún hluti eða talar það sem hún ætti ekki að segja, talar fáránlegt og móðgar og lætur aðra líka verða reiða og hvað verður til, orusta, það verður til stríð. Látið af illskunni, illskan er að hugsa alltaf illa, að hafa alltaf grunnsemdir aðra, að dæma sífellt að segja, nei, hún eða hann hefur örugglega gert þetta, örugglega að gera heitt, lifir örugglega svona eða hinsegin er líklega ekki ábyrgur, örugglega drykkfelldur eða þessir eru lygarar og slúðurberar. Alltaf að hugsa illa aðra, illskan felst líka í því að dæma fólk, sjá alltaf það slæma í því, dæma út frá framkomu, hvernig þau horfa eða horfa ekki, hvort þau brosa eða ekki og svo framvegis. Illskan birtist í því að hugsa alltaf illa aðra og sá kergju hjá þeim sem hlusta. Við sá sem hefur illsku í hjarta byrjar að tala illa aðra og þeir sem hlusta verða spilltir og byrja að hugsa, ætli þetta sé satt? Er þetta virkilega svona? Hvernig getur þessi manneskja verið svona? Ég hélt að hún væri góð, þannig efast fólk og verður leitt í synd. Þetta gerist þegar manneskja er illgjörn, hún syndgar og leiðir aðra til syndar, þess vegna segir ritningin að við verðum að láta af allri illsku. Guðlast er þegar við þekkjum málefni Guðs, þegar við höfum verið vitni að við að Guð hefur leiðbeint þessari kirkju, staðið með henni, opinbera sig, sett fólk í stöður, tekið fólk frá, kalla fram leiðtoga, predikara og hirða. Til góðs, til refsingar, til blessunar eða prófunar, Guð setur fólkið og við eigum að bera virðingu fyrir því, viðurkenna það og ekki vera að gagnrýna eða kvarta því. Guð líkar ekki slíkt, við eigum að virða það sem Guð gerir, en ef við gerum það ekki, heldur verðum reið, förum og öskrum og segjum síðan. Ég var vitni að við að Guð gerði kraftaverk, opinberaði sig, læknaði og stóð við loforð sín. Bæði í þessari söfnuði og í fólkinu sem Guð setti þar og svo förum við að segja að þetta hafi verið lygi, að þetta sé frá djöflinum, að þetta fólk sé ekki Guðs fólk, að þetta hafi verið blekking. Þá erum við að guðlasta gegn Guði, við verðum að vera varkár við. Guð setur fólk í stöður, hvort sem það er til góðs eða ills, líkt og Guð leyfir valdhafa í heiminum að stjórna, bæði til blessunar og refsinga yfir þjóðum, þá kemur það frá Guði. Allt kemur frá Guðs hendi og við verðum að virða það og biðja til hans. Drottinn, sjáðu að þetta fólk er ekki að gera það sem þú baðst þau að gera, hafa miskunn, hjálpaðu okkur svo þetta haldi ekki áfram á þennan hátt. Það er það eina sem við eigum að gera, ekki guðlasta. Og hér í guðlastinu er einnig sagt, rætin orð úr munni yðar og þessi rætin orð hef ég heyrt mikið, frá mörgum trúuðum, ég hef heyrt frá körlum og konum, bræðrum og systrum í kirkjunni, að heima hjá sér eða í vinnunni. Þá nota þau ljótt rætin mál, með ósæmilegu orðbræði í reiði, með bræði, rifrildi og mörgum móðgunum. Orð þeirra eru ekki orð barns Guðs, ég hef heyrt þetta, ég hef séð þetta á minni andlegu göngu og ég hef spurt. Hvers vegna lifa þessar manneskjur en þannig? Hafa þær ekki breyst, það er sorglegt. Við sjáum við apostuli Páll hafði fullkomlega rétt fyrir sér þegar hann ámyndi trúaða að gera ekki slíkt, að ef við höfum verið endurfædd í Kristi Jesú, þeir sem hafa risið upp með Kristi, þá eigum við að leita þess sem er hið efra. Þess himneska og ekki festa augun á jarneskum hlutum, við Guð reiðist, Guð dregur blessanirnar sínar tilbaka og Guð leyfir jafnvel að fólk ruglist eða að djöfullinn komi og rugli þau við. Það gerist þegar bræður og systur snúa sér ekki rétt að Guði, breytast ekki, þrátt fyrir að Guð hafi gefið þeim margar tækifæri, þá kemur óvinurinn eða vondir andar og taka sér bústað í þessum einstaklingum og þá versnar ástandið enn frekar. Þá verður hegðun fólksins enn verri en áður vegna þess að þau iðruðust ekki í tæka tíð, breytust ekki þegar þau áttu þess kost, en það er mögulegt að breytast, að temja holdið, við verðum að deyða holdið hvað þetta varðar.
Við eigum ekki að leyfa holdinu að gera allt sem það langar til, við getum stjórnað líkamannum, girndum hans, löngunum hans og hér segir einnig, rætin orð úr munni yðar, gætið ykkar á þessu, bræður og systur. Einnig lygar eru annað sem ég þekki, fólk sem hefur gaman af við að ljúga og þú heldur að enginn taki eftir við, en Guð sér það, Guð dregur frá þér stig, Guð vanhæfir þig, þú ert ekki í samræmi við Drottinn, lygar eru ekki góðar. Með einnig lygi blekkjum við og meiðum aðra, særum og móðgum og gerum aðrir tortryggnir gagnvart okkur, þeir trúa okkur ekki lengur, þeir hugsa, hver veit hvort það sem hann segir er satt, miðað við hvað hann lýgur mikið, þeir efast. Sjáið hvað það getur valdið miklum skaða og þetta gerist þegar við erum ekki, hvað? Einlæg. Eftir að við höfum snúið okkur til Guðs og fengið andlegar gjafir og erum farin að þjóna í kirkjunni, með handeyfirlagningu og andlegum gjöfum, þá bræður og systur, verðum við að breytast, við verðum að fjarlægja þetta úr lífi okkar. Og verðlaunin verða mikil, kannski ekki í þessu lífi heldur í því næsta, eða kannski mun Guð veita okkur meiri kraft og standa með okkur enn frekar, Guð umbunar okkur, segir ritningin, samkvæmt verkum okkar, Guð krefst ekki neins ókeypis, hann umbunar, Jesús Kristur sagði, hver yðar sem hefur gefið eitthvað upp, mun ekki fá 100-falt tilbaka, Guð borgar okkur og borgar margfalt. Við erum nú að undirbúa okkur til að ferðast heiminn og boða orð Drottins, það sýnir kærleika til Guðs, það sýnir að við elskum Drottinn, en til þess verðum við að losa okkur við margt, heiðurinn og dýrðin sé Drottni, og megum við öll taka þessa áminningu til okkar í dag, ekki bara við hér, heldur einnig þeir sem La gloria es para el Señor. Og í morgunkirkju, dýrðin sé Drottni.